að hvað áherslur við ætlum að hafa og einbeita okkur bara að því að búa til þessa hreyfingu og fara í framboð á landsvísu sem var náttúrulega gríðarleg vinna. Að finna bara fólk, þú veist, til þess að vera á listunum og kvitta undir og allt það. Og þannig að bara strax daginn eftir kosningar þá það nú oft þannig að hlutirnir gerast hratt inn á Íslandi og þá strax út af því ég komst ekki á einhvern fund. Það var nú verið að ferma dóttur mína og sonur minn var 18 ára þennan dag og ég var ekki búin að vera heima þannig mér fannst ég bara verða að setja þau í forgang. Og þannig að ég mætti ekki á einhvern fund og þá var strax bara já, mjúku sætin á þinginu og bara strax farin að hefja sig fyrir ofan grasrótina og þetta var bara einhvern veginn, þú veist, og svo hélt þetta bara áfram. Hvernig rekst þú í hópi, Birgitta? Ég held ég rekist þannig að annarkvort hatar fólk mig eða elskar mig. Það er bara þannig. Við elskum þig. Það er nú gott að heyra. Farið ekki langt, við komum aftur að Vörmuspori í fylgd Birgittu Jónsdóttur. Komiði sæl og blessuð. Alþingi Íslendinga er vinnustaður okkar konu. Við erum á leið í þingflokksherbergi hreyfingarinnar sem er annað heimili þessa vinnuþjarks. Við rekum augun í mynd. Þarna er nú sonur minn elsti. Já, þessi fallegi piltur. Já, já. Hver er hann? Hann heitir Neptúnus, hann er búinn að breyta nafni Karl Neptúnus Hirst. Já. Heitir Neptúnus. Og hvaðan kemur það nafn? Það kemur bara úr draumheimum. Ég fekk tvo mjög afgerandi draumar ólíkt af honum að hann ætti að heita þetta. Neptúnus. Neptúnus er það er ekki F. Nei. Og fyrsti draumurinn þá sagði nei. Svo var annar draumurinn það afgerandi. Það var bara komin einhver svona draumgyðja frá Egyptalandi með orðabókina hérna bláu, ensku, íslensku. Opnaði hana og bara bent á nafnið og sagði ókei, hlýða þessu. En það tók mig alveg 8 ára að fá þetta samþykkt, sko. Jáhá. Og En Birgitta hefur ekki gefist upp? Nei, það þarf ansi mikið til. Ég vona, og svo verður maður að passa á því að maður má aldrei koma með einhverju svona yfirlýsingar að svona verði þetta aldrei því að þá kemur það beint í hausinn á manni. Þannig að ég ætla ekki að vera með neinu yfirlýsingar það að ég gefist aldrei upp. Heima vestur á Melum er yngsti sonurinn, Delfinn Hugi, að bjarga sér sjálfur. Tal okkar besta þeirri hugmynd að Ísland skýli hinni frjálsu tjáningu, verði eins konar miðstöð rannsóknarblaðamennsku í heiminum. Birgitta er alltaf í símanum, enda einn af talsmönnum Wikileaks gagnaveitunar. Þannig að Ísland verði einhvers konar, skjól fyrir hið talaða orði í heiminum? Já, sumir líta það þannig og þetta vakti gríðarlega mikla athygli erlendis. Á tímabili var ég að fara í 5 viðtöl við allar helstu miðlana erlendis út af þessu. Út af því að það er svo mikið þörf á svona skjóli út af því að hverjum einasta degi erum við að tapa baráttunni að það sé í raun og veru málfrelsi og tjáningafrelsi í heiminum okkar. Og en þetta er jafnframt gríðarlega mikilvægt að við viljum til dæmis taka einhvers konar forystu í að vera með gagnaversver á Íslandi út af því að það vantar heildstæða löggjöf hvað má, það er ekki nógu skýrt. Hinn nýji þingmaður okkar lítur á hið háa Alþingi sem afgreiðslustofnun og hún gagnrýnir að þingmenn fá ekki að taka nægan þátt í ákvörðunartöku meirihlutans. Hún vill vald fólksins inn á þingið. Ég held að Alþingi hefur meiri völd. Jáhá. Ég gera nú ekki grein fyrir þetta væri svona valdalítil stofnun að öll völdin séu komin yfir til embættismanna. Þannig að það er svona eitt af markmiðunum og hefur verið rauður þráður í störfum mínum að skoða hvernig getum við styrkt þingið. Já. En svo ertu í stjórnarandstöðu þannig að þú hefur engin völd eða hvað? Nei, sko við nefnilega þegar við buðum okkur fram þá ákváðum við að tilheyra hvorki andstöðu eða stjórn heldur sem sagt vinna út frá málefnum. Þannig að við styðjum stundum stjórnina og stundum minnihlutann og reynum einmitt að nota ekki sérstaklega ekki þessum tímum hugtakið andstöðu þó svo við viljum veita að sjálfsögðu stjórninni aðhald
þá þarf líka að veita hinum aðhald. Þannig að við einhvern veginn erum að reyna að vera ekki í þessari stereotypu af því hvernig þingið eigi að fúnkera. Að vera í stjórnarandstöðu af því að þið eruð í minnihluta. Nei, alls ekki ef það eru málefni sem að tengjast okkar stefnu, því að stefnan er það sem við erum, að þá styðjum við það sjálfsögðu. Og eins og ég er í umhverfisnefnd og ég er miklu hallari undir það sem að stjórnin hefur á sinni stefnuskrá heldur en til dæmis stjórnarandstaðan. Þannig að þar er ég í mjög góðri samvinnu við formann nefndarinnar. Og svo eru aðrir þættir sem ég er ekki eins og varðandi Icesave, þar sem ég hef verið miklu andófi gagnvart stefnu ríkisstjórnarinnar. Þannig að það er bara svona fer eftir málefnum. Oft er ég spurð hvaða pólitísku stefnu aðhyllstu, að þá tilheyri ég ekki neinni sérstakri stefnu. Ég get kannski kallað mig konservatív anarkista út af því að ég frekar íhaldssöm. Mér finnst mjög mikilvægt að við hlúum á hvort öðru, en aftur á móti finnst mér mjög slæmt ef að ríkisbáknið verður of viðamikið. Og ég vil að fólk hafi sem mest vægi og sem mest völd til þess að hafa áhrif á samfélag sitt. Þið sagt þú hafi verið róttækur unglingur. Ég held ég hef alltaf verið frekar róttæk og alltaf farið mínar eigin leiðir. Ég var svolítið einfari þegar ég var krakki og ég man ég vaknaði alltaf klukkan 5 á morgnana til að lesa allavega eina bók áður en ég fór í skólann. Og ég var svona þannig krakki, ég átti enga nána vini þannig séð. Það var ekki fyrir að maður varð unglingur að maður svona eignaði sína fyrstu vini sem maður á ennþá í dag. En ég held að ég hafa alltaf, ég man að ég til dæmis þegar ég var krakki að mér fannst vera að vega einhverjum fyrir að vera skrítin eða eitthvað, þá skipti ég mér alltaf að því. Ef einhver vondu við dýr eða eitthvað slíkt, þá skipti ég mér alltaf að því. Samviska heimsins, Birgitta Jónsdóttir. Ég veit það nú ekki, ég er bara með svona úttútnaða réttlætiskennd. Já, réttlætiskendin vaknaði snemma hjá Birgittu Jónsdóttur sem ekkert aumt mátti sjá þannig að hún kæmi ekki til hjálpar. Í barnaskólanum var teiknikennari sem káfaði á stelpunum og Birgitta var þar engin undantekning. En hún var svo eina sem fór til skólastjórans og klagaði, en málið var þaggað niður. Birgitta gerði sér þá lítið fyrir og mætti á opnun myndlistarsýningar kennarans, stóð upp á stól og hrópaði yfir troðfullan salinn hvað níðingurinn hafði gert. Réttlætinu var fullnægt. Og svo er það mamma. Bergþóra Árnadóttir, hinn skelegga og vinsæla þjóðlögasönguna sem nú er fallin frá. Hún var ekkert sérstök móðir, sko. Hún valdi í raun og veru fram fyrir móðurhlutverkið tónlistina sína. Og í sjálfur fyrir þá eftir á hyggja er ég mjög ánægð með það. Ég var sjálfvala og ég var helviti góður uppalandi. en hún var rosalega góður vinur. Já. Hann var svolítið svona búddist í sér. Já. Og fyrir henni voru allir jafn merkilegir. Það skipti allir jafn miklu máli. Og ég man alltaf eftir þegar við bjuggum á Skólavörðustígnum að það var útigangskona sem fékk stundum að koma heim og í heimsókn og nota saumavinnuna mömmu. Og svo gat maður fengið einhvern í heimsókn sem var, þú veist, einhver þingmaður eða eitthvað slíkt. Það var algjört jafnræði, svona alvöru jafnræði í gangi á heimilinu. Já. En þú hefur talað um það að það var líka geðveiki á heimilinu. Já, það var reyndar bara þegar ég var að alast upp, fyrstu árin. Þá var sem sagt blóðbandapabbi minn og hans bræður áttu við mjög alvarlega geðsjúkdóma að stríða. Bróður hans þróaði með sér paranoid skizofreni og ég veit ekki hvað pabbi
hann var aldrei greindur sko, en hann var á mörkunum með að vera líka með paranoid skizofreni. Svo var þriði bróðurinn líka svona geðveikur. Já. Þannig að maður einhvern veginn sko, já, fékk þetta svolítið með móðurmjólkinni svona fyrstu 4 árin og síðan reyndar hitti ég Kallapabbi ekki neitt sko frá ég var 6 til 12. Ég fann hann eiginlega fyrir tilviljun þegar við vorum nýflutt í bæinn. Hvernig fannst hann? Það var eitthvað fyndin saga sko. Þá var ég nýflutt í bæinn og átti einhverja vinkonu, nýja vinkonu, svona einhverju blokk sem ég bjó í Kópavogi og við fórum eitthvað í bæ, það var rosalega gott veður og vorum eitthvað að fíflast, hann er í Bankastræti og eitthvað að selja brotna skóflu eða eitthvað svona, og syngja og eitthvað. Og en ég sé einhvern mann kom og hann stoppar hjá okkur og spyr hvort að við höfum fundið sippókveikjara og dregur upp veski og ég kannast eitthvað voðalega mikið við hann og veskið og eitthvað og samt ekki alveg viss. Þannig að við svona eltum hann og svo var ég of feimin til að spyrja hvort það væri pabbi minn, þannig að ég faldi mig svona bak við bíl og fekk hann til að spyrja hvort hann héti nokkuð Karl Valdimarsson og hann sagði nei, ég heiti Karl Vilhjálmsson og ég alveg þannig að ég stóð upp og ætlaði bara að fara eitthvað að labba tilbaka og þá sagði hann, byrju, ert þú Birgitta? Og þannig hittust við eftir þessi 6 ár. Já, og hvernig var það? Það voru gríðarleg vonbrigði út af því að ég fékk að kynnast honum þegar fór og var hjá honum í einhverja viku eða eitthvað svoleiðis og það gerist nú oft, það vill bregða við sko hjá svona börnum, skilnaðarbörnum að þau fara að setja hitt foreldrið í afskaplega mikinn svona fullkomnar bjarma og sérstaklega þegar ekki samskipti og hann náttúrulega var það veikur og geði og laug svo svakalega